Árið 1940 keypti Reykjavíkurborg jörðina Óljótsvatn vegna vatnsréttinda sem henni fylgdu. Dr. Helgi Tómasson skátahöfðingi fékk því til leiðar komið að Bandalag íslenskra skáta fengi jörðina lánaða endurgjaldslaust óákveðinn tíma. Það sem vakti fyrir skátahöfðingja var að þarna mætti reka skátaskóla í umhverfi þar sem skátar kynntust íslenskri náttúru og sveitalífi. Jónas B. Jónsson veitti skólanum forstöðu fyrstu 3 sumrin. Þetta hófst í maí. Ég hafði tekið að mér að veita þessum skátabúðum forstöðu og ég hafði farið hérna austur og við höfðum ákveðið að hafa tjaldbúð, við höfum bara með tjöldin ekki húsnæði, niður við vatn. Settum þar upp 6 tjöld og urðum smátt og smátt 15 skátar. Það var erfitt samgöngur hér við Óljótsvatn, það var aðeins eftir veginum frá Alviðru og sá við og var oft mjög vondur. Við þurftum þess vegna að fá allan flutning, alla aðdrætti að Ljósafossi og annað bera það á bakinu eða flytja það sjóleiðis á bát sem við gátum nú fljótlega vegna þess að við fengum gefins bát með mótor, kölluðum þann bát Stundvís og það var mjög farsæl kostur. Þarna sumarið dvöldum við frá 27. maí til 5. september allan tíman, hérbil allan tíman. Þá má spyrja hvað voruð að gera allan þennan tíma. Nú, útilíf í tjöldum, það krefst náttúrulega töluverðar vinnu til þess að sjá fyrir sjálfum sér farborða. Auk þess vorum við í samvinnu við bóndan, við hjálpuðum við heyskap, við settum niður kartöflur. Síðan könnuðum við hér landið allt í Grafningi og yfir í Grímsnes og undirbyggum okkur undir skátapróf svo það var nóg að gera. Við fengum auk þess menn til þess að koma austur, til þess að kenna okkur veðurfræði, umferðarreglur. Síðan kom einn Jón Oddur Jónsson og kenndi okkur hjálpiviðlögum. Markmiðið hjá Helga Tómassyni var það að koma hér upp skátabúðum í sveit þar sem drengirnir gátu kynnst sveitalífi og fyrir honum var það mjög mikið mál að drengirnir geti unnið að bústörfum, helst eignast kind. Þetta markmið Helga Tómassonar sem var mjög eiginlega merkilegt náði nú ekki að fullu leyti fram að ganga vegna þess að einn bóndi í sveit, hann hefur ekki mikinn áhuga að fá of mikinn vinnukraft í einu. Einn dugar vel en 15. Það er of mikið. Svo það var sýnilegt haustið að þetta geti ekki gengið. Þó vildi Helgi halda áfram en nokkuð kom saman það að það væri varla mögulegt annað en að fá hér húsnæði. Þá var ákveðið að byggja þennan skála og þá fóru 2 bílar frá Shell sem Shell lánaði fullir af efni við í þennan skála og ferðin hér austur og tilbaka tók 12 tíma. Þannig var nú fæðið. Hvítasunnuna það vor þá komu hingað 42 skátar frá 8 til 14 ára til þess að vera hér allt sumarið. Ég hafði þarna góða foringja, Hallgrím Sigurðsson og Hjörleif bræður sem voru völsungum, Pál Gíslason, Björn Stefánsson sem var kokkur, Jón Sigurðsson sem var bátsmaður. Þetta var starfsliðið. Mikið mýpiti austur Óljótsvatni og mæta lítil vona honum Bjössa batni. Hann Jónas bér jafnan þar, ég vil hann yrði þar til eilífðar. Fyrsta sumarið vorum við hérna 104 daga og við reiknaðum út og eftir við borðum í 52 daga silung. Við gátum ekki borða silung nema það væri alveg nýrkomin úr netjunum eða spún eða hvað er einu. En svo veitum við alltaf töluvert á hverju sumri í net og spún. Fyrir utan að vera búbót þá var þetta mjög skemmtilegt, heilsusamlegt, kynnast af því að vera á bát. Markmið með starfinu var skátastarf, skáta uppbyldi. Það er alltaf spurning hvenær það tekst. En það er líka nauðsynlegt og það var mikil áhersla lögð á það að það voru fastar reglur og þeim var haldið í gegnum þykkt og þunnt. Klukkan þetta fóru krakkarnir á fætur, fóru niður í á að þvo sér, bursta tennur. Það var, hvernig sem veður var, fóru allir niður og reglurnar að fara í rúmið voru afar strangar. Og þetta fannst mér að skátunum líka vel, annars væri betra að spyrja einhvern sem var hérna það. Getur vel verið að ég verið alltaf strangur, ég var það.
Werner Rasmusson dvaldi í sumarbúðum skáta á Ljótsvatni sumrin 1942 og 43. Hvernig minnist hann þessara tíma? Nú, þetta sumar 42 eða vorið þá hafði verið smíðaður skáli þarna, skátaskáli, sem reyndar stendur að hluta til enn held ég. Og hann var hugsaður sem fyrst og fremst sem matsalur og svo voru þar vistarveru fyrir foringjana. En aftur á móti var miðað við það að við drengirnir yrðum í tjöldum. Og það var reist mikil tjaldborg hann niður í Kvosinni. Og að mig minnir þá sváum við 6 í tjaldi. Nú á tjöldunum var timburgólf. Þetta var eitt af því sem þurfti að smíða og við þurftum að smíða það. Við þurftum að smíða rúmstæðin. Og ég man eftir því sérstaklega að við höfðum, eða skólanum höfðu afskotnast rúmdínur sem höfðu skemmst í bruna. Ég man nú ekki hvaðan það var, en mér minnir svo vel að því maður þurfti að sauma kantana, það hafa klift upp, þannig að röndin sem hefði brunnið og svo voru við látni stegla fyrir. Það er nú svo með minningarnar, það er, maður gleymir alltaf því sem leiðilegt og mann bara það sem gott Og mér har alltaf verið ákaflega hlýtt Ólafsvatn síðan og ég held að þetta hafi verið svona með þeim bestu æskuminningum sem maður á, það frá Ólafsvatni. Þannig var góður félagskapur, þannig var kvöldvöggur, menn lærðu þarna samstarf og hópvinnu, menn lærðu að taka tillit hvort til annars og fara eftir ákveðnum reglum og ég, eins og ég sagði við Jónas B. því hitt daginn að ég byggi nú ennþá eins og því sem hann kendi mér á þeim árum. Sumarið 1945 dvaldi Áslaug Bernhöft, þá ungur skáti, í sumarbúðum kvenskáta sem Borghildur Strange veitti þá forstöðu. Það vantaði ekki skáta áhugan hjá Áslaugu. Já, þegar við vorum að skrá okkur, að þá fengum við leiðbeiningar með hvað við ættum að hafa með okkur og tannbursta og þvottapoka og hitt og þetta. En það stóð ekkert föt og ég var nú svo mikið skáti, ég hélt maður hitt í skátabúningunum alveg út í eitt. Og mamma sagði við mig, ætlar ekki að hafa eitthvað föt með þér Áslaug mín, ætlar ekki að hafa þetta eða hitt. Nei, sagði ég, við erum alltaf í skátabúningunum. Nú svo komum við austur og það fyrir að taka upp á tösku, þá ég ekki með neitt með skátabúningin. Það var nú farið með rútu að Ljósafossi og svo gengum við þessa 5 kilometra sem voru að Ólafsvatni. Fyrst að verði í tjaldi, það var nú ekki lengi og svo komu skálarnir og það þurfti að koma rúmanum fyrir og fengu stóla frá hernum, svona klappstóla. Og svo vorum við að gera götur og mála steina og svo var náttúrulega lítið í skátafræðin og farið við prófin eða undirbúin til próf. Kannski fannst okkur steina þess stundum á þungi sem þurftum að rogast með og að moka, gera göturnar en ég man að við vorum oft þreyttar. En ég held að við bara allt gott að því. Sumarið 1947 hafði Drengjaskátaskólinn á Ljótsvatni starfað í 6 sumur en Kvenskátaskólinn 1 ári skemur. Þá réðust samtímis til starfað á Ljótsvatni þau Hrefna Tínes og Björgvin Magnússon. Svo fór að Hrefna stjórnaði Kvenskátunum næstu 10 árin og Björgvin veitti Drengjaskátunum forstöðu og síðar vinnuskólanum næstu 26 ár. Hrefna Tínes kynntist skátarhreyfingunni þegar hún var unglingur á Siglufirði. Hún sett á laggirnar skátaflokk með skátalögin ein að leiðarljósi. Að sögn Hrefnu var það doktor Helgi Tómasson sem lagði að henni að taka sér skólastjórn að Ljótsvatni. En hvernig fannst Hrefnu aðkoman? Og ég fór austur og það var hræðileg aðkoma. Þessi gömlu skálar, það upp frá, kvenskátaskálanir, þú hefur séð það núna og það er nú búið að gera mikið. Þá var ekki neitt fyrir suðurgaflinu, það var bara útidyrnar. Þannig ef það kom rigning úr þeirri átt, þá fór hún öll bara inn. Og svo höfðum við einhver bretatjöld, eða það voru kallað bretatjöld, ég veit ekki hvort Amerikanar áttu það einu sinni. Og það voru tjöld þannig að það var mænir, altså það var vel meir en ég gæti haft 4 kojur, 2 kojusamstöður í tjaldinu. Og svo var þá til hlýðana útbúið þannig að geta haft fötin sín. En þetta var afskaplega frumlegt mannski. Það var svo mikið fínir klæðaskápar en eitt. En hvernig sem á því stendur, það voru allir svo ánægðir að vera þarna. Mér fannst svo skemmtilegt þegar við vorum að syngja. Ég kendi þeim afskaplega mikið að lögum og ég spilaði á gítar. En ég var svo eina sem spilaði svo það kom alltaf í minn hlut að spila. Og það var svolítið erfitt. Strax betra þegar eitthvað af foringjanum fór að kunna spila. Ég var með eina sem heiti Jana Ólafsdóttir, hún kom til mig 7 ára og hún fór ekki, hvað var hún, 15 ára, 16 ára. Hún var fann að spila á kolla, hún spilaði Kolbrún Sæmundsdóttir,
Hún var að læra á píanó svo hún var organistinn í kirkjunni þegar hún var 14 ára. Björgvin Magnússon var forstöðumaður Úlfljótsvatni í 26 ár. Einnig hefur hann haft umsjón með foringjaþjálfun Gilvels langa hríð. Þó að skólastjóraferli hans ljúki á 7. áratugnum, þá hefur Björgvin starfað fyrir skátaskólan allt fram á þennan dag. En hver voru tildrög þessara löngu Úlfljótsvatns dvalar? Að 1947 ég beðinn af Helga Tómasinni hvort ég vildi taka að mér stjórn skátaskólans. Þá hafði áður verið, og Jónas B. byrjaði hér, og svo tekur við hann Ingólfur Guðbrandsson og svo Jóhann Sigurðsson sem bara örstuttan tíma hættir og þá ég beðinn að fara hingað austur og taka við skólann. Þetta djambórað sem að friðarsjambóri átti að vera í Frakklandi og þar átti ég að vera sveitafóringi en að því ég búinn að taka þetta að mér þá gat ég ekki farið, því miður. Þannig að þú hefur mistað því? Já, ég hef mistað því og mistað yfirleitt af því ég var hér alltaf á sumri með skátaskóla. Og hvenær varstu Fyrst með skátaskóla og svo með skátaskóla og vinnuskóla saman. Það sem gerist næst það að það komu, getum ekki haft útbúið litla skála í staðinn fyrir tjöldi. Já. Og hvernig nátt að fara því? Jú, þá voru einhver sem vissi að því að kaninn var með sérstakar kassa sem var, ég held að vera undir húsgagn, eitthvað slíkt, á vellinum og við fengum nokkra slíka kassa og úr þessum kassum voru gerðum að það geti fyrstu skálunum litlu. Jú. Og sá sem stjórnaði því hvernig þetta var gert, þetta var ris og gluggar og hurðir, það var Sverrir Tínes. Hrafna og Fálkaskáli sem við sjáum hérna fyrir utan, það skála sem ég teiknaði alveg spesial. Þá ég komið með vinnuskólan í það og fekk bæinn til þess að byggja þetta fyrir mig. Já. Hinni skála voru minni, aðeins minni. Þetta voru náttúrulega, þetta var óeinangrað. Þetta voru þó betur en í tjöld. Og fyrst var ekkert járn og heldur bara pappi á þækinu og til dæmis gerreitt og annað. Þetta var allt sem var gert hérna. En önnur smíði fór fram við skátaheimili Snorrabraut. Sko, þá þetta bara prógram frá því snemma á morgnana, vakið, farið með þú í þvott, jú, út í á. Hérna út í Dagverðará? Já, út í Dagverðará. Og það var ágætis flöt þar við lækinn og þar hafði ég sko svona morgunleikfimi, svona smá sprikl og svo þvoði sér bustuðu tennur og þetta gekk, hver flokkur hafði sitt borð og það var sko aðstoðarflokksfóringi alveg hittu sér bara venjuleg skátarflokk, nákvæmlega sko. Og þegar þetta var búið þá var fánaldar sem að hérna fyrir norðan eins og enn sko. Og hérna þannig að jú, þetta var, ég hafði bara strangt prógram og það var líka sko sem ég gerði strax, ég held að það hefði verið rétt. Það voru 3 strákar, 4 sem voru í eldshúsflokk og ef þau voru, það þótti nú ekki skemmtilegt, en ef þau voru ég held 3 daga í einu, þá fengu þeir að fara á bát, það var sko, þá gengu þeir fyrir í sambandi. Var það svona umbun? Já, hvort það var. Þannig að þeir settu sig við það að þurfa að vera í eldhúsinu. Og það var tölvið að vaska, hjálpa til að vaska upp og sækja kol í eldavélina. Þá var bara koleldavélina. Það var ekki rafmagn eins og veist og hérna við fengum ekki rafmagn fyrir var að byggja Steingrímsstöð. Ótrúlega heppin. Við erum með 40 strákar allt sumarið
og ég þarf aldrei að fá lækni á stað. Þetta kom fyrir einu sinni, ég man nú ekki hvaða ár það var, en þá koma mislingar upp hérna. Já. Og það veikast 10 strákar, allt heiftarlega. Auðvitað hafði ég samband strax við Braga lækni. Og ég man eftir því að hann sagði við mig, þú hefur einhver ráð að láta þá vera bara að sé hlýtt á þeim, það er ekki kalt, auðvitað voru þau setti bara flatsangarni í suðustofuna. Já. Og þar voru þeir, en verði ekkert að hringja foreldrana, því ef þeir koma þá er náttúrulega maðurinn hræddar og vilja sækja syni sína, Já. en það getur drepið á stað. Og ég var komið með sprautur, með penicillin og svona, og þetta var allt með hans, hvað ég ætti að hafa, og eins að ég þurfti að skera í kýli eitthvað slíkt, hnífi fekk allt saman, og minnist ég tæki til þess að frista. Já. Þegar ég var að skera í kýli, það var kona einstakar sinnum fyrir. Allt höfnast þetta sem betur. Þetta er þið sjálfsagt ekki gúttir eða í dag. Nei, Og menn var að sprauta og ég skera. var alveg viss um það að ég var settur inn. En voru strákarnir í einhverju samskiptu við fjölskyldurnar sínar yfir sumarið? Það var ótrúlega lítið. Já. Og það var sko, það var bara undantekning ef foreldrar komu í heimsókn helgar. Já. Það var náttúrulega erfitt að koma, vegurinn var svo rosalega slæmur. Já. Bæði niðurgrafningin og uppgrafningin, þetta voru bara troðningar. Það er þá sem eru kýr sem við eigum að sjá Já. mjólka og svo framvið, sem náttúrulega gekk ekki, sko. Nú? Já, þú getur rétt ímyndað það að 12 ára strákar, kannski 13 ára strákar og sendir til þess að mjólka, heldur að kýrnar afsættir það að segja einhverja tökla, það bara gekk ekki. Nei, það var náttúrulega ekki verið mjaltatæki. Nei, það var bara Já. En hver var hugmyndi hjá Helga? Þetta er bara, Hvað sá hann fyrir sér? hann sá bara skátarnar, sjáum búið og kýrnar, sjáum heiskapur og allt saman. Þetta hefur svona verið rómantík Þetta var bara rómantík, alveg rosalega skemmtilegt, einhvað að skilna. Já. Ok. En það bara gekk ekki þetta með beljurnar, sko. Nei. En það gekk að snúa hei og taka saman, sko. Það var náttúrulega helgar. Já. Þá höfðum við skiptum þá að hafa kvöldhaukur. Já. Strákarnir voru uppbyttur og stelpunir kom hingað niður. Já. Og voru þau á svipuðum eða sama aldri? Svipuður ekki. Já, svipuður ekki. Já. Var það ekki spennandi þá? Þú getur rétt ímynd það. Samvinnan við drengjaskátana fólst í því að við fórum saman í kirkju á sunnudögum, við tókum hana nú í gegn, sópuðum burt öllum flugum og gerðum hana hreina og máluðum hana og svo fórum við þangað á sunnudagsmótnana, allir og við Björgvin önnuðustum bara, við þurftum hvorki kóngni prest, en það kom nú stundu einhverju presta. Svo höfðum við varðeld, þannig að við buðum drengjanum og drenginni buðu okkur, ekki alltaf en svona stundum. 1947 þá fór hverjum einast sunnudegi förum við hérna tíma sem var með kvennskátaskólanum. Að við förum hérna alltaf með nemendur okkar hingað í kirkjuna alltaf á hverjum einast sunnudegi. Og þetta kostum við kannski 90 krakkar sko sem voru hér allt sumarið, alltaf einu sinni í viku, það er að segja á sunnudögum. Og það kemur í ljós, hann sagði að Sigurbjörn Einarsson biskup, kennarinn minn, að það hefur verið mesta kirkjusókn á Íslandi yfir 7 mánuður og það var Ólöf í kirkjunni Ólafsvatni. Mér var gaman að þessu. Loftið
verandi búin að vera hér öll þessi ára á Úlfarsvatni er náttúrulega alveg ótrúlegt ævintýri frá A til Ö. Auðvitað var þetta oft helvítið erfitt en gaman að þessu. Líta hérna úr þessum skála 4-5 leytið á morgun þegar vatnið er spegilslétt. Það er undurfagurt sem maður greinir ekki. Æskan út í náttúran, umhverfisæskan.